Það sem strákarinn að fara að spila Evrópuleik, þú kannast eitthvað við það? Já, þetta svona viss challenge hjá þeim og þetta bara skref upp á við hjá þeim, þeir voru Íslandsmeistarar og nú bara Evrópukeppnin að komast áfram og það númer 1, 2 og 3 fyrir strákarna og ég hef full að trúa þeim, þeir eru búin að vera að æfa vel. Og ég hugsa Ísraelar, þeir eru svolítið svona spurningamerki samt í handbolta en þeir eru örugglega stórir af því Ísrael Rússland, þannig að þeir eru stórir, alveg pottþétt en við verðum bara að vera snöggir á fótunum og láta bolta vinna. Þetta var gríðarleg reynsla fyrir ykkur 91 92, já. 92 þegar þið spilaðu á móti Rúnari frá Noregi. Það var mjög erfitt og mjög gott lið frá Noregi og með sænska dómara. En ég held að við erum á heimavelli og ef við fyllum höllina þá eigum við góðan séns að komast áfram og strákarnir stefna það alveg 100% og ef við komast áfram þá er bara gleði áfram og þá gætu fengið kannski kíl eða hvað sem eitthvað svona ráð sem þú hefur til þeirra, þú náttúrulega þekkir þetta að spila fyrsta Evrópuleikinn, smá stress kannski? Já, þeir eru búin að spila 10 úrslitaleiki fyrra þannig að þeir vita alveg hvað þetta gengur og þeir eru með mikla reynslu og ég held bara að þeir séu sterkari núna heldur en í fyrra og hann vantar náttúrulega aðalskiptuna sem var í fyrra, hann fór út í atvinnumennsku en það bara gefur maður í mannskap. Ég sá að þjálfa markmennina hjá þeim, verður markvarslan þá ekki í toppstandi? Já, þeir eru alveg í toppstandi og engin meiðsli hjá þeim þannig að þetta er bara flott og fínt að vera þrír að fá Henrik með það er bara besta mál. Og þú ætlar væntanlega að mæta í höllina um helgina? Já, maður horfir á og hvetur. Akkurat. Áfram IBF.